Jæja, góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin í miðvikudagsspjall. Velkomin í Veiktaspjall og næstum því gleðilegt sumar. Þetta er alveg að koma. Ég er að kanna hér tæknilega, hvað segir maður? Tæknilegar aðstæður, nei. Ég veit ekki Hvað þið hvað segir þú mig ert að segja gjörglega í læg? þetta skipti Ég er að ganga til sem mig gjörglega læg. Oftast veit ég hvað þú ert að segja Já. en hérna, ég skildi þetta samt. Já, þetta er komið. Já. En við ætlum að tala um sálarsamninga í dag sem Já. var kosið Já. og bara áhugaverð kosning eins og vanalega. En fyrst ætlum við að minna á sálarfóður á morgun og það er opið hjá okkur í Orkusteinum á morgun sumardaginn. Við tökum á móti ykkur örglega bara í, þú veist, gulu og Hver veit. svona grænu og fögnum sumri og Það er opið Orkusteinum 11:30 til 1 já. og svo er sálafóður frá 3:30 til 3:30 Mhm. og þar ætlum við að sá fræjum inn í sumarið og svona leggja svolítið línunar hvernig við viljum hafa sumarið. Já. Já, og enn hægt að skrá sig og það verður að skrá sig á vefnum á sálafóður. Já, við erum bara takmarkapláss í boði og til þess að við getum haldið utan um hversu margir eru að koma þá er nauðsynlegt að skráningin fari fram á einust. Já, Svo eru Englaríkin á skeli hellingur Já. þeim framöndan. það er eitt helgina, byrjar á föstudaginn í mjög spennt. Já. Bara finn svona, mér finnst það alltaf gott að stíga inn í þessa orku. Já. Og en þá eru 2 plásslaus á það námskeið. Ef þú vilt skella þér, þá er tækifæri til þess. En svo erum við að fara í Eyjafjörðinn í maí, Já. 23. til 5. Þá erum við Englaríki námskeið þar. Og ég ætla að kenna á sama tíma, ég ætla að kenna námskeið sem heitir heilun ættarlína eða ancestral healing. Það verður mikið að vera í Eyjafirði þá helgi. Já, það verður komið á vefinn vonandi eftir helgi. Já. En Englaríki námskeið er enn hægt að bóka sig á, en það er bara 2 plásslaus. Þannig að ef þú vilt koma í Englaríki þá erum að gera skrá sig núna. Já. En Já, og svo er náttúrulega bara kynningafundur og þín persónuumbreyting 7. maí sem hægt er að skrá sig á web. já. En við ætlum að tala um sálarsamninga. Það er alltaf spennandi. Við vorum að tala um það áðan að það er oft kosið um svona svipuð viðfangsefni þannig að við erum að tala kannski sama viðfangsefni frá svona mismunandi sjónarhornum. Við höfum svolítið talað um karma og örlög og það hefur verið valið undanfarið en nú er komið að sálarsamningum sem er kannski grunnurinn að mörgu sem við höfum rætt. Sálarsamningurinn, það sem við tölum um sem sálarsamning, er þessi samningur sem við gerum áður en að við komum í jarðvist. Já, inn í þessa tilteknu jarðvist. Já. Þannig að við gerum í rauninni eitt sálarsamning fyrir hverja einustu eða hvert einasta líf sem við lifum, og sem það er hérna á jörðinni eða einhvers staðar annars staðar. Og inn í sálarsamningnum er tiltekið hvað það er sem við ætlum að læra í þessu lífi og svona í grófum dráttum það sem við ætlum að takast á við, og þar eru persónur og leikendur, hverjir eru með okkur í þessu lífi og hvert er þeirra hlutverk, hver er gerandi, hver er þolandi og svo framvegis. Og hvaða fjölskyldu til dæmis við veljum okkur og hvaða stað og allt það. Af því við erum að velja okkur með því að fæðast á ákveðnum stað og ákveðnum tíma í ákveðinu fjölskyldu. Erum við náttúrulega að velja okkur ákveðna reynslu og það er eitthvað sem að kemur fram í þessum samningi. Og áhugavert að skoða, og það er eitt af því sem við skoðum til dæmis í gegnum því persónulega umbreyting, er að fara og að rýna í þennan samning og er mjög áhugavert að gera. Það er mjög áhugavert að sjá hvað það er sem við sömdum um því að þá skiljum við oft betur lífslaup okkar hingað til þegar við sjáum svart á hvítu hvað stendur í samning. Því að við höfum oft örugglega mörg okkar velt fyrir okkur bara hvað í ósköpunum var ég að hugsa áður en ég kom inn í þetta líf, hvað var ég að pæla? En svo þegar maður sér svona kannski svolítið samhengið í því þegar maður skoðar sálarsamningina þá skilur maður betur af hverju maður valdi að fara þessa leið. Já, bara þegar við fyrir að rýna okkur Hvað er að gerast þér? Ég veit það ekki. Rauður í tólunni. Það er eitthvað að gerast. Ég er búin að vera að sitja hérna og gera eitthvað fyrir samfélagsmiðla. Þetta var í sálarsamningnum. Já. Þessi Allavega. tæknin og tólin eru gjörsamlega að gera út af með þessu dagana, en já.
En þegar við förum að skoða akkurat það sem er í kringum okkur, þegar við förum að skilja og horfa á munstrin okkar og annað, þá erum við ofta að skilja miklu betur hvað við komum til þess að fara í gegnum og hvað við getum lært. Og þá náttúrulega líka leið hvernig við getum klára verkefnin við áfram. Já, en svo kemur það náttúrulega alveg fyrir við náum ekki að uppfylla sálusamningin okkar og við náum ekki að ljúka öllu því sem við ætluðum okkur að ljúka og svo er þeir sem að spila með okkur í lífinu, þeir hafa náttúrulega allir hafa sinn frjálsa vilja og leið og við skrifum einhvern veginn í okkar sálasamning, leið er svo manneskja að skrifa eða svo sál að skrifa okkur inn í sinn sálasamning. Þannig að við ætlum öll að ganga í þessu lífi saman með okkur, allir með sinn samning og allir með sín svona þroskaferil sem við ætlum að fylgja. En vegna þess að við höfum frjálsan vilja að þá geta hlutirnir svolítið riðlast ef við ákveðum að beygja leið eitthvert okkar sem er inn í þessum samningshópi. Já, og svo líka svo margt sem hefur áhrif á okkur eins og bara ef við höfum gert samninga áður eða heit eða annað sem að getur að mörguleyti hamlað okkur í þessu lífi og getur jafnvel legið mjög langt aftur og það kannski liggur í akasíkskránum okkar og þarf að fara og vinna með. Mörg okkar hafa til dæmis verið einhvers konar verið nunnur eða munkar eða kannski oft í mörgum lífum og höfum strengt þess heit að eiga engar veraldlegar eigur og það getur hamlað okkur rosalega mikið þegar kemur að því að koma inn í lífi sem við erum í núna þar sem að peningar eru gjaldmiðillinn og mörg okkar er þá að glíma við skömm og ýmislegt yfir því að eiga pening eða eiga eitthvað, það fylgir því þá skömm sem við kannski skiljum ekki alveg. Og við höfum kannski gert sálarsamning að lifa við allsnægtir. Þetta getur verið alveg töluvert flókið en það náttúrulega leikur á við getum alltaf skoðað og við getum alltaf skoðað og endurskoðað og við getum kafað ofan í það hvaða sem að hafa áhrif á okkur og margt af þessu komum við náttúrulega ofan í meðan við erum að fara í gegnum tím persónuleg umbreyting og svona eftir það líka þannig að þetta ákveðin svona leið til þess að fara í þessa djúpskoðun á lífinu og okkur við erum þar sem við erum en mér finnst ótrúlega áhugavert að fara og skoða einmitt þennan samning og hvað það sem við höfum samið og svo náttúrulega líka bara hverjir eru með okkur þegar við erum að gera þessa samninga eins og verndarinningillinn okkar til dæmis sem náttúrulega hefur alltaf verið með sálin okkar og þekkir okkur best af öllum sem að með okkur ferðast í gegnum lífin. Já. Þannig að þetta svona svolítið, það efni sem að áhugavert og hægt að einhvern veginn setja svo margt inn í samningin sem að, já, það svo margt sem hefur áhrif. Já. Þannig að samningurinn per se, honum líka alveg hægt að breyta á miðri leið. Og það hægt að skoða og sjá hvar erum við, hvað erum við búið með, hvað eigum við eftir, eitthvað sem að ég vil breyta núna. Við getum farið inn með ásetningi og breytt sálarsamning okkar ef okkur finnst við þurfa þess. Já. Og við höfum alveg prófað það sjálfur og það það sem við gerum líka í tím persónuleg umbreyting að við förum inn í þá skoðum hvort það sé eitthvað sem við viljum breyta og þá hvernig. Það ótrúlega áhugaverð vinna að gera það heiðarlega en ekki út frá ótta eða okkur finnst lífið eitthvað svo mikið vesen þetta bara alltaf mikið vesen og ég nenni sér ekki að breyta þessu. Já, einmitt. Og líka bara að horfa á það að við erum til þess að þroskast og geta fundið þakklæti fyrir það sem að við höfum ákveðið að gera og fyrir þær aðstæður sem við höfum komið inn í og geta hort yfir svona og sagt ok, ég þakka fyrir þetta en svo má líka sleppa því. Já. Það kannski það sem mikilvægast að við svona getum tekið þessa ákvörðun þegar við erum búin að taka lærdóminn út að bara ok, ég þarf ekki að fara aftur. Já. Og svo líka það ef við erum búin að semja einhvern ákveðin þroska í sálarsamningnum okkar og við erum að lenda kannski ítrekkað í svipuðum verkefnum og við erum alltaf að spyrja okkur af hverju ég alltaf að fá þessi verkefni. Þá þurfum við kannski að staldra við og svo ok, það vegna þess hugsanlega að ég læri ekki af þeim. Það hugsanlega vegna þess að ég bregst alltaf eins við, ég geri alltaf sama hlutin og þar af leiðandi ég ekki að sýna fram á að ég hafi vaxið
eða þroskast og þar að leiðandi sendir heimurinn mér alltaf fleiri og fleiri tækifæri til að verða mér út um þennan þroska sem ég ætlaði mér samkvæmt sálarstríðinu. Og það er svo mikilvægt að horfa á, erum við í raun og veru búin að taka út lærdóminn, ok, þá erum við tilbúin til að sleppa því, eða hvernig ætlum við að breyta næst. Þetta er svona þessi, og svo getum við þá líka farið að horfa á hvar koma fyrirlíf inn í, og það er náttúrulega eitthvað sem við vinnum líka með eins og getum vinnum með í heilun og dáleiðslu og annað. Og við skoðum líka til dæmis inn á námskeiðum okkar, þar eru til dæmis að skoða tengsl okkar við Atlantis, því að mörg okkar náttúrulega er alveg þjökuð af sektarkennd síðan við byggum eða vorum á Atlantis sín tíma. Þannig að þetta er alveg ótrúlega merkileg svona flétta af alls konar þegar við förum að spá í það. Og alveg magnað hversu mikið við höfum oft tekið með okkur. Því ég man alveg eftir að hafa farið eins og í gegnum endurstillingu sálarinnar sem við gerum nú eftir Þínbergsson að þegar ég heyrði fyrir 54 lífum síðan og ég sagði, Guð góður, hvað er hægt að taka með sér mikið? Og við finnum oft í þessu lífi tengingar við ákveðnar sálir sem við erum kannski búin að vinna með eða jafnvel takast á við, eiga alls konar líf með í gegnum líf eftir líf eftir líf, en við höfum samt ekki náð að klára að vinna þá vinnu, en við getum líka átt tengingar við sálir sem ekkert í jarðvist og þurfum að líka að rjúfa þau tengsl, af því við viljum ekki vera háð eða með þessi heit eða samninga eða annað við þetta þvílíkt margar sálir. Ég man að þegar ég fæ þetta fyrir 54 lífum síðan þú með 13 sálir og ég alveg, ok, kannski komið tími til að skúra bara út í horn og taka jólahreingerninga þetta. Já. Þannig að sálarsamningar, gott að skoða, gott að forvitnileg vinna en gott að fara innan einhvers ramma að skoða þá vinnu finnst mér og hafa, í rauninni það er að gera rosalega margt í gegnum hugleiðslur og annað, en að gera það með einhverju sem þú treystir í rauninni, myndi ég að segja. Já, og það er gott að hafa í huga með sálarsamninga eins og kann og örlög og allt þetta, ekkert skrifað í stein. Það er ekkert sem að við bara verðum gjörsóir og sitja og láta yfir okkur ganga, það er ekki þannig. Við höfum alltaf valdið til þess að breyta líf okkar og að breytum stefnu og sjá hvað kemur út úr því. Þannig að við hvetjum ykkur allavega til þess að skoða ykkar sálarsamning og ef þið viljið gera það í ykkur svona línulegu ferli þá er náttúrulega námskeið okkar klárlega góður vettvangur til þess. 9 mánuðir. 9 mánuðir, já. Það er og þá náttúrulega það sem kemur inn í er einmitt heilunin og dáleiðslan og annað sem að fylgir með og geta skoða þetta í svona öruggu umhverfi. Já. Ég held að þetta sé bara fínt í okkur. Eða ekki? Það var bara mjög gott í okkur. Og svo bara hlökkum við til að sjá okkur á morgun á sumardaginn 1. orkusteinum eða sólarfóðri og svo á kynningafundinum 7. maí. Að gera að skrá þig ef þú hefur áhuga á að mæta á fundin sem að mér náttúrulega finnst að allir ætti að hafa áhuga. En þó þú komist ekki. Já, að skrá þig allavega til þess að fá upptökuna og við sendum þér það áminningu því að það er nú stundum þannig að við ætlum að gera eitthvað, kannast við það. Við skráum okkur alls konar. Já, en svo líka bara, ég ætla að skrá mig og svo gleymi ég því. Svo gleymi við því. Þannig að þið farið bara á heimasíðun okkar, fyrsta sem þið sjáu er hvítur hnappur, það sem stendur skrá mig á kynningafund, smellið á hann, græði málið og svo sjáumst við. Já, takk fyrir í dag.